Já, góða kvöldi, kæru áhorfendur Sport TV og velkomin til leiks. Hér að fara fram úrslitaleikur í B-deild fótbolta.net mótsins. HK og Afturelding eigast hér við. Tryggvi Guðmundsson heiti ég. Hálf svona allsber, engin Tómas Mægir með mér og ég ætla að reyna að koma þessu ágætlega frá mér, vonandi. En það skiptir engu máli hvað ég segi, það er bara það sem við sjáum. Við það var svona smá reikistefna hérna rétt áðan varðandi búninga, hvort þessu aðeins svo líkir, en mér sýnist þetta bara sleppa, held ég. Og þess vegna erum við kannski aðeins of sein í gang. En látum okkur sjá, HK kemst í úrslitaleik með því að gera 2 jafntefli og 1 sigur, 1-1 gegn Njarðvík, 1-1 gegn Gróttu og 2-0 gegn Haukum. Frekar svona jafn riðillar, HK í efsta sæti með 5 stig og 2 mörk í plús, Grótta einnig með 5 stig en bara 1 mark í plús, Njarðvík með 4 stig og Haukar sitja eftir með 1 stig sem verður að koma svolítið á óvart, verði að segja, svona með að við hvað Haukar hafa gert hér áður. Afturelding aftur á móti vinnu Þrótt Reykjavík 2-0, gerir jafntefli við Selfoss 2-2 og bustar svo KVF 7-0 og voru efstir í sínum riðli með 7 stig. Þannig að hér er úrslitaleikurinn og það er þannig að það er náttúrulega leikið til þrautar, en ef það er jafnt eftir 90 mínútur þá er farið beint í vítaspyrnu keppni. Klukkan 7 fer einnig fram leikur þriðja sæti, Grótta Selfoss. Hann fer fram á Vívaldi í vellinum og svo á morgun leikur 7. sætið, Haukar Þróttur Reykjavík og 5. sætið Njarðvík KVF á þriðjudaginn í næstu viku. HK unnu þetta sama mót í fyrra og geta því tekið hér 2 í röð. Jú, mér sýnist nú hafa verið eitthvað breyting hér á búningum. Afturelding virðist vera komin komnir í varabúningana hjá HK og það er spurning hvort að það rugli ekki allt með skýrsluna, en við verðum að sjá hvað gerist. Fara kannski svona bara yfir byrjunarliðin með endur svona að gerast hér. Byrjum á HK, í markinu Arnar Freyr Ólafsson, nummer 25. Ég les nú bara upp númerin eins og við erum hérna á skýrslunni, en það má vel vera þetta sé ekki alveg að stemma og sérstaklega einmitt með Aftureldingu og búningaskiptin. Nummer 2 Birkir Valur Jónsson, nummer 4 Leifur Andri Leifsson fyrirliði, nummer 5 Guðmundur Þór Júlíusson, nummer 6 Ingiberg Ólafur Jónsson, nummer 8 Viktor Helgi Benediktsson, nummer 10 Ásgeir Martinsson kominn aftur eftir að hafa pröfað sig í bæði Fram og Akranes í úrvalsdeild. Nummer 16 Ólafur Örn Eyjólfsson, nummer 23 Ágúst Freyr Hallsson, nummer 77 Gunnar Óli Björgvinsson og nummer 91, þetta er skemmtileg númer hérna, Ari Mórína. Byrjunarlið hjá Aftureldingu er nummer 1 Sigurður Hrannar Björnsson, nummer 3 Andri Hrafn Sigurðsson, nummer 5 Einar Martinsson, nummer 6 Aron Ingi Kevinsson, nummer 9 Andri Freyr Jónasson, nummer 11 Kristófer Örn Jónsson, nummer 55 Valgeir Árni Svansson, nummer 20 Halldór Jón Sigurður Þórðarsson, nummer 19 Jökull Steinn Ólafsson, nummer 27 Magnús Már Einarsson fyrirliði og nummer 42 Arnór Breki Ástórsson. En það má vel vera að númerin séu bara engan veginn að stemma hérna hjá mér núna, þar sem að þeir fóru í aðra búninga. Afturelding komið svo bara inn á varamennina þegar þeir stimpla sig inn. Dómari er Einar Ingi Jóhannsson og honum til aðstofar eru Bryngeir Valdimarsson og Rúna Kristín Stefánsdóttir, sem að stemmir ekki vegna þess að ég sé bara 2 kallmenn hér á línunni, þannig að þetta er nú eitthvað. Rúna hefur ekki
látið sjá sig. En hér byrjum við strax bara með hornspyrnu. Afturhelding fær hér hornspyrnu. Þeir koma þessu frá. Já, vel gert hérna. Kemur hann út á kantinn og það er leikmaður númer 91 sem að kom honum ekki alveg hérna, náði ekki alveg að taka hann með sér, Arjan Ari. Leifur Andri Leifsson er hér í vinstri bakverði fyrirliði liðsins, búinn að vera lengi í HK og getur komið sér í, að getur spila hvaða stöðu sem er í raun og veru. En er hér í vinstri bakverði þar sem að honum líður svona sæmilega. Þjálfarar liðana, það er rétt að fara yfir það. Það er hérna að sjálfsögðu Jóhannes Karl Guðjónsson sem er þjálfari HK og þjálfari Aftureldingar er Úlfur Arnar Jökulsson. Einar Martinsson hérna miðvörður hér hægra megin. Spilaði með Valsmönnum á sínum tíma í úrvalsdeild í einhver ár. Skemmtileg sending hérna yfir á hægri kantinn og kemur hér, já, hann er brotlegur þar. Það var Arnór Breki sýnist mér sem braut af sér þarna. Ég er í tómu vandræðum núna vegna þess að númerin eru engan veginn að stemma og þetta eru svo sem ekkert hérna kunnug nöfn en vonandi kunnug eftir leikin í kvöld. Sjáum hvað gerist. Leifur setur hennan hátt upp í lofti. Og þá er það innkast að sjálfsögðu. Kæruleysið þarna í sendingunni tilbaka frá, var þetta ekki Andri Freyr, sýnist mér, sem var svona Ágúst Freyr, er það víst. Hálf kæruleysi í sendingunni hann tilbaka, hefði getað búið til fína sókn, en það er oft á tíðum þar sem að ungir drengir halda að þessar auðveldu sendingar séu of auðveldar og leggja sig ekki alveg fram við akkurat þær og þær nefnilega skipta alveg jafn miklu máli og aðrar sendingar. Það er bara að vera á tánum alltaf og með fókus í 100. Já, ágætis hugmynd en alls ekki nógu vel gert.
Ég er alltaf hrifinn af því þegar miðverðir koma upp með boltann og koma með sendingar í gegn og diagonalt en það þarf auðvitað að heppnast. Já, spila þetta ágætlega hérna HK, láta boltan ganga og færa hann kanta á milli. Já, Leifur hefði þurft að fá þennan bolta aðeins fyrr en þetta var svo sem gekk upp og þeir færa hann aftur yfir. Sjáum að koma hérna upp, nei, sendingin ekki nógu góð hérna í gegn á Arjan. Ágúst Freyr svona pínu kærulaus finnst mér í svona sendingunum, þessum stuttu, svo að segja auðveldu sendingum. Þær þurfa bara að heppnast betur hjá honum og þær geta nefnilega skapað fullt ef það er gangu upp. Sterkur hérna Ágúst, sjáum hvað hann gerir. Ásgeir Martin, nei, þetta er nú ekki Ásgeir. Flott sending hérna út á hægri bakvörðinn. Magnús Már kemur boltanum í leik hér á brot. Sýnist svona á öllu eins og HK spili bara hér basic 4-4-2 með Ásgeir Martins og Ágúst Freyr upp á topp. Á meðan Afturelding er svona spila meira 4-2-3-1 sýnist mér. Tveir djúpir á miðjunni, Jökull og Valgeir og Magnús Már fyrir fram á þá og Andri Freyr upp á topp, Kristófer og Halldór á sitthvorum kantinum. Sigurður Hrannar Björnsson í markinu, sonur Björns Einars, frambjóðanda sem er nú á leiðinni til Eyja helgina og kemur til greina sem næsti formaður KSÍ. Stígur vel þarna inn í þessa sendingu Guðmundur Þór Júlíusson.
Já, gera rétt hér, afturhelding, bara láta boltan ganga og bíða eftir opnun. Hér kemur fín sending frá Einari Martins en já, þá lélegt touch þarna en þetta slapp og þeir fá innkast. Lendir ítla þarna. Strákgreyið fór upp í skallabolta og í raun og veru ekkert kannski mikið brot sem átti sér stað þarna en slæm lending, hvort þetta hafi ekki verið hann Arnór Breki, mér sýnist það. Hann jafnar sig. Jói Kalli hér með læti á bekknum og vill fá pressu frá sínum mönnum. Það fóru einhverjir af stað en ekki allir. Það er nú þannig með hápressu að það þurfa allir að taka þátt. Það er bagalegt ef að einn eða tveir taka ekki þátt vegna þess að þá er auðvelt að komast fram með þessu. Jói Kalli var einmitt hér spilandi aðstoðarþjálfari í fyrra og tók við af Reyni Leó sem að hætti. Ég hefði náttúrulega bara viljað sjá Jóa Kalli halda áfram að spila. Hann er fitt og flottur og góður í fótbolta og það er aldrei að vita hvað hann gerir í sumar. Hér er Rangstad. Þetta er svona svolítið miðjumóð ef að má orða það þannig og svona sendingar fram og tilbaka og lítið færi. Sjáum hvað gerist hér. Flott sending hérna á Ásgeir Marteins. Smá misskilningur hérna hjá Ásgeiri og Arjan. Arjan hefði kannski mátt bíða með hlaupið þarna. Hann svona skar inn á völlinn í staðinn fyrir að halda breiddinni. Ásgeir ætlaði að senda hann í gegn en Arjen aftur á móti var með hlaup þannig að það var kannski erfitt að samræma þetta þar sem að þeir ætluðu sér. Einar Martins hér með langa sendingu fram sem að háka vörnin verst en afturhelding tekur seinni boltan. Sjáum hér hvað gerist. Háka kemur þessum í burtu. Þeir leysa þetta vel hérna. Háká koma svo með langan bolta fram. Ásgeir Marteinsson tekur á móti honum. Hvað gerir hann? Þeir fá við hotspyrnu, sýnist mér. Birkir hérna með sendingu fyrir sem að fór í leikmenn afturheldingar og hotn er það. Nú þarf hann að bíða aðeins eftir að
Tankarnir kom inn á deginn. Já, þetta var nú bara nokkuð frýr skalli en tímasetningin og já, útfærslan ekki alveg nógu góð hjá HK, hvort að þetta hafi ekki verið Birkir Valur Jónsson sem var þarna í ágætisfæri. Já, þetta er svona dautt, ef maður orða það þannig. Það er lítið um dauðafærin og þannig sé búið að vera lítið að gera hjá markvörðum beggja liða. Miðjuþóf, svokallað. Mikið sendingafeila og svona rangar ákvarðanir eins og við sjáum hér. En sjáum hér, Ásgeir Marteinsson, nú eru þeir reyndar bara 2 á 4, Ásgeir fer á, kemur honum væntanlega út hérna á Birki, þetta er nú Gunnar Óli og boltinn fyrir hér, það er horn. Fáum hér aðra hornspyrnu, aftur, fín skalli, sjáum hér, hvað gerist? Já. Það er spurning hvort að hann hafi látið hann fara þarna. Sýnist þetta hafa nú bara verið skot fyrir utan teig sem að svona sem í truflaði staðins. Var þetta ekki leikmaður númer 8 Viktor Helgi Benediktsson sem er skráður fyrir þessi marki held ég. Það kom mark og HK svona eiga það aðeins meira skilið finnst mér. Þeir hafa verið ögn sprækari finnst mér. Ingiberg með fína sendingu hérna út á kantinn sem að afturhöldin kemur í innkast. Boltinn beint í andlitið á Ásgeiri Marteins. Hann harkar þetta af sér. Skemmtilegt hérna hvað HK tekur aukaspinnuna og hann grípur boltan leikmaður afturheldingar. Ég veit ekki hvað hann ætlar að gera í þessu. Ætlar hann að dæma hendi og aukaspinnu? Nei, HK gera vel hérna. Þetta er fair play. Þetta var bara misskilningur og ekkert annað og dómarinn dæmir hérna hendi á hann en HK eru drengilegir og koma boltana bara strax aftur til afturheldingar. Einar Martins kemur hér með boltan upp. Magnús Már Einarsson. Það var brotið á honum. Hann misti jafnvægi þarna og nú er hér boltinn á ferð en þessi spyrna frá Magga var nú ekki upp á marga fiska. Hann hefði sjálfsagt bara viljað að dómarinn hefði dæmt þessa aukaspyrnu ólöglega þar sem boltinn var á ferð og
og fengi að taka hann aftur vegna þess að hann hefur átt betri spinnur. Trúi ekki öðru. Svolítið lengi aðtefna sig hérna leikmenn Aftureldingar inn á miðjunni finnst mér og það er svona meiri grimmd í HK og meiri ákefð. Enda fer þjálfari Aftureldingar hér fram á meiri hreyfingu og meiri hraða og meiri grimmd. HK vinnur hér boltan, fer af stað. Fín vörn. Já, það er rétt rúmar 20 mínútur búnar af þessum leik og hér fá HK hornspyrnu, skoruðu einmitt úr einni slíkri hér rétt áðan. Kannski ekki alveg beint úr hornspyrnunni en boltinn fór svona fram og tilbaka og endaði með skoti sem að, já, það þarf ekki alltaf að vera fast. Hann bara laum á honum í hornið. Sjáum hér, skalli. Úff. Hann var ekki langt frá því þarna Ásgeir Marteins. Tók boltan niður og náði að snúa sér en náði bara ekki nógu góðu skoti. Arian dæmdur hér brotlegur, ég veit nú ekki hversu mikið þetta var en við verðum að hafa vist dómarinn sem ræður. Aftur, frekar ódýr aukaspyrna að mínu mati. En enn og aftur, það er dómarinn sem ræður. Sjáum hvað gerist hér, það er fast leikadrið og þeir eru mættir hérna með turnana inn í teig Afturelding. Kemur hér einn laufléttur fyrir, nei, hann fer ekki yfir fyrsta mann á nær. Einar Martens þarna í smá vandræðum en nær nú að redda sér aðeins, Magnús. Já, nú veit ég ekki alveg hvað átti sér stað þarna. Aðstoðardómarinn vinkaði og úr var aukaspyrna og hér fá svo Afturelding hornspyrnu. Þá skokka þeir inn í teig miðverðir Aftureldingar. Já, sjáum hér, Einar Martens var nú bara nokkuð nálægt því að koma honum í netið. Hann bara náði ekki að stýra honum nógu mikið inn í átt að markinu. Hérna fer þetta af Aftureldingamanni og þetta var nú bara bjargað á línu sýndist mér. Ég hef nú viljað sjá Einar kannski þar sem hann náði skallanum, bara komið svo í markið en hann, ég veit ekki, var kannski að reyna að koma svo fyrir aftur. En þetta var ekki langt frá því að fara í netið. Já, Afturelding vinnur hér boltan og fara af stað. Magnús með flotta sendingu hér í gegn. En HK kemur í veg fyrir þetta og einkast.
Ég á bara í tómum vandræðum með ég svona þekki eitthvað af þessum strákum en því miður ég þekki þá ekki alla og þegar þeir eru komnir í varabúninga HK og númerin ekki þau sömu og eru hér á skýrslu þá verð ég að viðurkenna að ég er í smá basli en við horfum bara og njótum hér. Sættum okkur við það ef ég er að fara með röng nöfn, það verður það bara að hafa það. Úps, það er smá hér. Afturölding heldur boltanum og dómarinn er með hagnaðinn í gangi. Magnús Már nær ekki til boltans. Góð vörn þarna hjá Leifur Andri Leifsson. Verst vel þarna. Ásgeir pínu klaufskur þarna fannst mér. Hann á náttúrulega fyrst og fremst að sjá til þess að boltinn verði áfram inn á vellinum vegna þess að þú gerir lítið með boltan fyrir utan hann. Hér er allt galopið ef þeir eru fljótir að hugsa HK. Nei, það var allt galopið hérna upp vinstri kantinn. Arjan og Ásgeir Martens voru hér. Ef þeir hefðu tekið þetta snöggt þá hefðu þeir líklega geta búið til eitthvað. Ég er hrifinn af nýju búningum HK, ég verð að segja það. Þetta er flottur búningur. Það er hann hérna opna sig, missir boltan en þeir vinna hann strax aftur. Sjáum hér. Já, fínt skot þarna, Ágúst Freyr með fínt skot en Sigurhrannar ver þetta. Hefði hugsanlega geta notað Gunnar Óla þarna úti hægra megin en svo sem ekkert að því að skjóta. Lung sending hér í gegn en HK verst þessu vel. Leikur heldur áfram hér en þarna eru þeir brotlegir tvisvar í röð. Dómarinn ræði hér aðeins við. Guðmund Þór Júlíusson. Hann var eitthvað að láta hann heyra það. Já, þetta var nú hálf skrítin aukaspyrna en þetta hefnaðist nú ágætlega hjá þeim og Leifur er kominn hér upp vinstri kantinn. Ágúst Freyr með svona hálf misheppnaða sendingu en er hér með hann aftur á Arjan. Já, og það er ástæðan.
Jói Kalli hér, þjálfari HK, hann vil að HK strákarnir séu hátt uppi og loki á hér aukaspyrnu. En mér sýnist þeir nú ekkert gera það og eru bara búin að bakka niður. En hér kemur pressan og þá þurfa að gera þetta í sameiningu. Arian kemur hérna á Áki eins og hann kallaður. Missir boltan. Þessi sending var ekki í samræmi við hlaup eða hlaupið í raun vantaði. Fór þetta ekki upp í rör þarna, slapp það. Tæp sending hér aftur á markmanninn. Magnús Már snýr hér. Kemur honum út á vinstri kantinn, það Halldór. Já, eitthvað svona aðeins að lifna yfir sig á Aftureldingu hérna. Já, hér kemur svona, heyrðu, misskilningur hér á milli Ingibergs og Arna Freys markmanns og þetta hefði auðveldlega geta bara dottið beint í lappirnar á leikmönnum Aftureldingar en þeir voru heppnir. Þetta slapp. Já, skil ekki alveg hvað dómarinn að dæma þarna. Mér sýndist bara HK leikmenni vera að hrinda hver öðrum niður og skalla hvern annan niður. Hérna væntanlega tóknun aftan í læri, sýnist það strax, tekur utan lærið á sér og boltinn sendur út af. Hver það sem að liggur hér? Það er leikmaður númer 16, Ólafur Örn Eyjólfsson. Já, hann hefur væntanlega bara fengið högg. Það var svona á látbragði fannst mér eins og hann hafi tóknað, en það er betra að þetta hafi verið högg. Eða, já, hann heldur hér áfram. Þú heldur ekkert áfram ef þú tóknar hérna aftan í læri, en þú getur hristað yfir höggið. Guðmundur kemur hér upp með boltan og yfir á hægri kantinn þar sem að Birkir Valur er. Birkir á Gunnar Óla sem að það var svo brotið á. Fín sendingin yfir á Leifur tekur á móti honum. Úps, hættuleg sending þarna. Maggi kemur boltanum hér á. Látum okkur sjá. Já, Afturelding í sjálfu sér ekkert minna með boltan heldur en HK, en það svona vantar svolítið upp á sóknarleikinn hjá þeim að gera eitthvað sem að skiptir máli. Við höfum ekki ennþá fengið svona í raun eitthvað færi hjá Aftureldingu í þessum leik og þetta er búið að vera svona
nokkuð náðugur dagur í rammanum hjá Arnari Frey og í raun varnarlínunni hjá HK. HK missir hér boltan og þetta klárt engast sem Afturelding fær. Úps, hér höfuðhögg. Já, dómarinn dæmir hér aukaspyrnu á HK. Ég veit svo sem ekkert hvort að þetta hafi verið aukaspyrna en hann gerir hárrétt, hann stoppar leikinn, höfuðhögg, það þarf að huga mönnum. En mér sýndist þetta nú bara vera svona, já, þeir bara samstuð, heitir það á góðri íslensku. Já, við erum hérna, kannski kemur svolítið óvart, ég svo sem ekki búinn að afla upplýsingar en Wenzel Steinar Ragnarsson Kamban sem vanalega fyrirliði Aftureldingar situr hér á bekknum, leikjahæsti leikmaður Aftureldinga frá upphafi og það spurning hvort að hann sé eitthvað meiddur en hér væntanlega bara skipting að eiga sér stað, já. Það leikmaður númer 16 sem fór aftan í læri, Ólafur Örn Eyjólfsson sem fer af velli og inn á kemur Fannar Gauti Gissurason. Dæmdi brotlegir hér, Afturelding hoppaði upp í boltan og já, var meira að hugsa manninn en boltan og þá víst dæmt á mann. Ágúst Freyr hér í smá vandræðum finnst mér í þessum fyrri hálfleik með að halda boltanum og missir hann óoft sem framherji liðsins. Það svo mikilvægt að framherja liðsins haldi boltanum þannig að það sé hægt að búa til einhverja sóknir og hann hefur verið að missa boltanum mikið. Það sama með Ásgeir Martins í raun og veru, það lítið svona sést til hans. Mark HK kemur hér úr föstu leikadri, kemur úr hornspyrnu, hérna sjáum við slaka sendingu. Já, rétt hjá dómarunum, hann var farin að stela sér hér nokkrum metrum í innkastinu. Leifur sterkur hér í varnarleiknum. Kemur hér með diagonalbolta yfir á Leif, ekki nógu góð sending. Já, Leifur verst vel hér. Hann tekur innkastið og fer langt inn á völlinn. Merkilegt að aðstoðardómarinn hafi ekki séð þetta. Hann var góðan hálfan meter inn á vellinum þegar hann tók innkastið og þetta var ólöglegt innkast. En þeir fá hornspyrnu.
Sjáum hvað að gera hérna. Ásgeir Marteins. Kemur honum hér, hann fer bara einn í gegn. Já, hann... Þetta endar í hornspyrnu, já. Sýndist þetta nú bara að fara af Ásgeiri. Hann var að reyna þarna svolítið erfiða hluti. Hann fór einn á 3 en við skulum ekki taka á honum. Hann allavega náði í hornspyrnu fyrir lið sitt og það er gott, það er vel. Sjáum hér. Úps, hér skjóta bara í samherja. Sýndist að vera markaskorarinn frá því fyrr Viktor Helgi Benediktsson sem átti þarna skot en það fór í samherja og já, það er svona það er meira líf í HK heldur en Aftureldingu. Ég verð að segja það að boltinn er hér áfram inn á Leifur gerir vel, kemur honum hérna aftur á markmanninn og þeir byggja upp nýja sókn. Enn og aftur langur bolti hér. Arjan tekur vel á mótunum. Kemur honum fyrir. Það var ekkert úr þessu. Magnús Már gerir þetta skemmtilega. Nú þurfa þeir að nýta sér hérna að HK sé ekki í balans. Keyra á þá. Ásgeir Marteins með hérna furðulegan snúning. Hann hefði ekkert þurft að fara í þessa áttina en sjáum hvað gerist hér. Enn og aftur. Ágúst Freyr missir boltan. Og enn og aftur. Og Jói Kalli er búinn að taka eftir þessu sama og ég er búinn að taka eftir og kallar hér á Ága eins og hann er kallaður greinilega, Ágúst Freyr. Það þarf að passa boltan. Þeir eru að missa boltan of mikið, finnst mér, hérna upp á topp og þar af leiðandi geta þeir ekki búið til alvöru sóknir. Já, skemmtilegur snúningur hér. Magnús Már kemur honum hér út á. Halldór, að mér sýnist. Maggi aftur og, næ, það er markspyrna. Já, það er stutt í hálfleik. Það eru 15 sekúndur eftir af venjulegum leiktíma og mér sýndist hann sýna okkur einn putta. Einn vísifingur sem þýðir mínúta í uppbót. Ásgeir Marteins kemur hér úr ránstöðinu og dæmdur eðlilega ránstöðar þá. Já, þetta er bara svona nokkuð, verður að segja, jafn leikur. Þó svo að mér finnst HK hættulegri og svona aðeins meiri gæði í þeirra leik þó svo að þeir hafi mist boltan töluvert
hér í sóknar uppbyggingu þá þeir svona, þeir eru líklegri, það meiri kraftur í þeim og það meiri læti í þeim og það verður örugglega einhver fín ræða hér í hálfleik hjá þjálfara Aftureldingar. Og hér flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir HK og það var leikmaður nummer 8, Viktor Helgi Benediktsson sem skoraði markið eftir hornspyrnu. Smá svona klafs og boltinn barst út til hans og hann sett hann bara, þarf ekki að gera fast, hann sett hann bara í hornið. Og við sjáum hvað gerist hér í seinni hálfleik. Hugsanlega einhverjar breytingar en við komum bara nánar inn á það eftir. Fáum smá auglýsingar. Alvöru bragð, engin sykur. Pepsi Max. Samfilm kynir. Ekki missa bestu mynd ársins 2016 sem tilnefnd til 14 Óskarsverðlauna. Meðal annars besti leikari Ryan Gosling, besta leikkonan Emma Stone, besti leikstjórinn Damien Chazelle og besta mynd ársins. You've never seen it. It's gonna be fun. We can start a fire. La La Land. Komin í sambíóin. Fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað róp í ruslinu. Finnur ólíktpróf. Það jákvæmt. Veit ekki. Við getum bara klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á sjónvarp að vera. Þú fær sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Jæja, nú gerist það. Jesús minn, það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í makindunum í dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sé Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sem vanagang. Míla, lífæð samskipta. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Pirruð húð þarfnast kælingar. Prófaðu Nivea Sensitive Cooling andlitskrem eftir rakstur. Nivea Men, það byrjar hjá þér. Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugum. Fást til næstu verslun. Leys, sannar flugur. Tæklaðu Super Bowl á lengjunni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri.
Já, komiði sælum blessað. Við erum hér mætt aftur til leiks, seinni hálfleikur að fara af stað. HK Afturelding, úrslitaleikur, fótbolta.net mótsins B-deild og staðan er 1-0 fyrir HK og það var Viktor Helgi Benediktsson sem að skoraði markið. Það er spurning hvort að þetta hafi verið svona pínu ólöglegt mark þar sem að Samherji svona aðeins blokkaði fyrir skotið fyrir Sigur Hrannar í markinu og hugsanlega var hann í rangstöðu en við hefum eftir að sjá það aftur í endursýningu. Getum séð það inn á sporttv.is. En allavega, það er dómarinn sem ræður og hann dæmdi mark og staðan er hér 1-0 fyrir HK og þeir hafa verið svona heilt yfir öflugri. Þeir hafa verið með svona betri sóknir og meiri pælingar heldur en Afturelding, en við sjáum hvað setur hér. Úps, klaufaskapur hér í vörninni en gera vel, vinna boltan aftur. Kemur hér langur bolti hjá HK en Afturelding verst vel en þeir hafa verið klaufar í uppspilinu hjá sér. Margar slæmar sendingar og mikið af töpuðum boltum. Sjáum hér einmitt. Erfið sending erfið sending hér á Magnús Má. Þetta var svona í brjósthæð og allt og fast. En hér var leikmaður númer 23, Ágúst Freyr Hallsson. Hann var svona, fór heldur grimt í tæklingu hér og fær tiltal og meiddi sig. Það voru engar breytingar í hálfleik hjá liðunum. Sýnist samt svona á öllu að það styttist í einhverjar skiptingar hér hjá Aftureldingu. Kemur hér sending á Birki, sýnist mér, já, en hún er bara léleg og boltinn út af.
Já, skemmtilega að spila hér. Ég hef nú kannski viljað sjá hann setja hann bara beint út á Leif hérna á vinstri vænginn í staðinn fyrir að koma við hjá miðverðinum. En á meðan þeir halda boltanum innan liðsins þá eru þeir líklega sáttir. Boltinn hér upp í stúku og komin inn á völl aftur. Leifur hér með einkast á Arjan sem hann náði ekki að koma honum áfram á samherja og Afturölding reynir hér að búa til eitthvað. Brotið á honum en Maggi fekk boltan og það var hagnaðurinn og sendingin var aðeins og löng hjá honum í gegn þarna á. Sýnist þetta hafa verið, já, var þetta ekki bara Andri Freyr Jónasson, fæddur 98, uppalinn hjá Afturöldingu, skoraði einmitt 4 mörk gegn KVF í stórsigri þeirra, 7-0 síðastliðinn laugardag. En hann hefur svo sem ekki komist í takt við þennan leik hér. Það hefur verið svona frekar lítið að frétta hjá Afturöldingu, hvað var það sóknarleik. Já, boltinn fer upp í rörin hér og maður innkast. Já, HK vildi fá brot þarna. Ásgeir Marteinsson vildi meina að það hafi verið sparkað í hann en hann er duglegur hér, vinnur boltan aftur og nú koma þeir 3 á úps. Þarna var brotið á honum og hann misti jafnvægið og vel dæmt. Maggi missir boltan hérna, vantar kannski aðeins hreyfingu hjá þeim sem eru hér framalega á vellinum hjá Afturöldingu. Þetta er hægt og þeir missa boltan eiginlega bara allt of oft í sinni sóknar uppbyggingu. Það er, sjáum hér hvað að gera, komið hann út á hægri kantinn, vel gert. Svo vantar hreyfingu og á. Leifur las þetta, kemur boltanum í burtu en Afturölding kemur aftur. Þarna ætla hans of og þetta skot er vonlaust. Og það er bara skallað heim aftur. Já, það vantar aðeins í þetta hjá Afturöldingu finnst mér. Ekki það að HK hafi verið eitthvað mikið beittari en þeir eru allavega konum með marki sem skilur að og nú þurfa liðin aðeins að fara að bæta sig hér í sóknarleik. Gummi kemur þessum bara í burtu. Boltinn ennþá í leik. Æ. Þetta var nú ekki neitt.
En aukaspyrna dæmd. Þarna var í raun og veru bara, ég held, Halldór Jón Sigurður Þórðarsson sem var ekki alveg með á tæru hvað hann ætlaði að gera. Og hér er Andri Freyr brotlegur. Vel gert hérna hjá Gunnari Óla, heldur boltanum vel en þeir missa hann svo. Þarna var reyndar, já, brotið á leikmanni afturheldingu. Það er skipting hér hjá HK. Inn á er að koma leikmaður númer 9, Atli Fannar Jónsson. Hann spilaði nú með IBVF hér á sínum tíma, manni eftir. Uppalinn Bliki og lék með IBVF og Víkingi Reykjavík og spilaði með afturheldingu síðar hluta sumars í fyrra og er hér að koma inn á í framherjan og út af fer vinnur okkar Ágúst Freyr Hallsson. Fín sending hér inn í. Já, það er Birkir gerir vel hérna, verst vel og skýlir boltanum þannig að boltinn fer bara út af og það er markspyrna. Já, Jói Kalli vill að miðverðirnir haldi breiddinni hérna. Ingi Berg er komin hérna langt út til hægri. Þetta gengur ekki upp og þetta tekur langan tíma. Leifur gerir vel hér, reyndur drengurinn. Ágætis sending hérna en Atli rann á hausinn og ekkert var úr þessu. Það er svona farið minna fyrir, sjáum hvað gerist hér, farið minna fyrir Atla heldur en maður kannski bjóst við fyrir svona 3 árum síðan. Ungur og efnilegur Bliki sem að færði sumsett, fór til IBVF og spilaði með Víking Reykjavík einnig og það er svona, já, það hefur ekki alveg virkað hjá honum í efstu deild en sjáum hér, hann er með fína sendingu hér út á leið, fær hann svo í gegn hér. Ekkert varð þessu, afturhilding kemur þá í sókn. Já, þeir láta boltann ganga hér, mann á milli afturhilding. Það er einhvern veginn lítið sem bendir til þess að þeir séu að fara að skora mark afturhilding. Ég verð nú bara að segja alveg eins og er. Það er svona frekar lítið að frétta sóknarlega.
Já, hann fannst mér einmitt sammála þjálfara Aftureldingar hann. Mér fannst vanta pressuna hjá hægri kantmanni Aftureldingar, Kristó. Setja pressu á varnarmenn HK þegar þeir eru að bera boltan upp. Aðeins að gera þetta erfitt fyrir þá, en hér var dæmd aukaspyrna og gult spjald. Og í þessum orðum töluðum þá er skipting hjá Aftureldingu. Inn á kemur maðurinn sem að ég var að óska eftir áðan, Wenzel Steinar R. Kampan, númer 10 á skýrslu en 17 í varabúningi HK. Þetta er allt í bulli hér með númerinn. Þannig að hann kemur hér inn á. Taka hérna stutt. Ásgeir Marteinsson og Leifur Andri Leifsson. Ásgeir hitt hann ekki alveg nógu vel og hann skýst hér fram hjá öllum. Hann náði enginn að poti í hann og kom honum yfir marklínuna. Wenzel kominn hér inn á með fyrirlega bandið. Fín sending hér í gegn og hvað? Nei. Þarna hefði hann mátt gera miklu betur. Markmaðurinn kominn svona út og já, frekar auðvelt myndi ég halda að koma honum fram í honum, hvort sem það hefði verið chip eða bara laum honum fram í honum, en hann chipa honum bara beint í hendunar á markmannum og gerði þetta afskaplega auðvelt fyrir hann. Já, sáum hér Leifur með fína sendingu. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið viljandi eða ekki, en fín var hún og þeir náðu nú ekki að gera sér mat úr þessu. Vinna hér boltan strax aftur. HK, þeir eru grimmari, þeir eru öflugri. Já, spurning hvort þeir hefði gætt að fá aukaspyrnu þarna en ekki dæmt. Leifur kemur honum beint til Magga sem missir hann. Og hér alveg skelfileg sending. Það er önnur breyting hér hjá HK liðinu. Inn á er að koma leikmaður númer 11, Ísak Óli Helgason, og af velli fer engin annar en leikmaður númer 77, Gunnar Óli Björgvinsson. Arjan fer þá hérna yfir á, sýnist mér, Arjan fer hér yfir á hægri vænginn og Ísak Óli á vinstri. Þeir halda sér í 4-4-2. En það virkar vel. Þeir eru ekki búin að fá mikið að færum á sig, í raun ekki neitt.
að ykkur viti, nema hérna rétt á hann kannski þegar þeir gerðu illa. Þegar markmaðurinn var kominn hér út úr teignum, eða út úr markteignum sínum. Sjáum hér hvað gerist. Æ, þetta var nú ekki brot. Arjan kom Birki í vandræði með þessari sendingu tilbaka og Birki sett hann í innkast og í raun, já, það var nú ekki merkileg snerting þarna sem átti sér stað en dómarinn dæmdi aukaspyrnu. Já, eru hér grimmir. HK, Ásgeir Marteins með slæma sendingu. Já, það er hér mikið um slæma sendingar. Ég verð nú að viðurkenna það. Sjáum hér hvað gerist. Maggi. Flott sending hér í gegn. Oj. Vel gert þarna, flott sending í gegn og gott hlaup og nú er það fyrir mig að koma að staði hver þetta var sem átti þetta skot. Þetta var nú örugglega Kristófer, sýndist mér, í hörku færi en sett hann framhjá. Hefði mátt gera betur þarna í slúttinu. En það er svona, það er að lifna yfir þessu hjá Aftureldingu og kannski með komu Wenzel Steinars inn á miðjuna sem við sjáum hér hjá Aftureldingu. Það er reynsla þar. Hérna nú geta HK refsað ef þeir fara strax af stað. Já, Ásgeir Marteins með boltan henni í gegn. Nei, það vill ekki. Rétt á minna það, ef það verður jafnt hér eftir 90 mínútur þá förum við beint í vítaspyrnukeppni. Afturölding er hér að undirbúa skiptingu. Þeir verða að passa sig á því að vera allir í eins búningum. Hann er ennþá í búningi Afturöldingar rauðum. Leikmaður nummer 14 sýnist mér. Stefnir Ægisson, nei. Stefnir Guðmundsson. Ekkert að ég verið Guðmundsson. Það er skipting. Og já, það er Andri Freyr sem fer að velli.
Já, ekkert af þessu sýndist mér. Atli Fannar var hálflesinn þarna. Auðvelt að sjá hvað hann ætlaði sér og það var bara vel varist. HK Grimmir hér vinna fyrsta boltan og seinni boltan en pínu glöfar hér í uppbyggingunni. Arjan missir boltan af velli. Maggi með flotta sendingu hér í gegn. Sjáum hvað gerist. Já, markmaðurinn Arnar Freyr var mættur hérna, svípaði þetta vel. Já, hér er brot. Nú fáum við innsving inn í teiginn. Þetta er æfingabolti fyrir markmann eða hvað. Hann var aðeins farið utan í hann hana, hvort sem að það var samherji eða mótherji, ég sá það ekki alveg en sem var til þess að hann misti boltan. Og hér er slögsending hjá Sigurði Hrannari, markmanni HK. Nei, fyrirgefðu afturhaldingu, það sjálfsögðu. Og HK fær hér innkast. Ásgeir Martens að reyna hér. Svolítið erfiða hluti. Úff, og hér smá samstuð. Þetta var nú ekkert ljótt þannig séð. Býtu hvað gerist þarna. Það er ekkert að drífa sig, HK. Það er bara, Birgir Valur fær sér bara vatnssopa og skottast svo inn á til að taka aukaspyrnuna. Arjan er hér, þeir getur nú alveg búið til hérna eitt. Já, þetta er það sem ég var að tala um. Birgir og Arjan gerðu vel hér. Það var nóg pláss þarna fyrir þá og Arjan hér með boltan. Ásgeir Martensson. Birgir. Sjáum hér, nú er afturhaldi kominn. Þeir eru konir hérna 3, 4 á 1. Nú þarf að gera þetta vel. Legðu það nú, drengur. Nei. Þetta er náttúrulega ekki boðulegt. Þeir eru 2, jafnvel 3 samherjar hans komnir inn í teig og hann er ekkert í sérstöku skotfæri þannig séð. Það er nú alltaf þannig í þessum bolta að ef þú ert með samherja sem er í betra færi en þú sjálfur þá áttu að gefa á hann og hann áttu bara að gefa samherjuna sína hann sem hefðu bara hugsanlega verið fyrir opnu marki eða þeir hefðu bara fengið fína sendingu frá honum. Ekki nógu vel farið með mjög myndarlega sókn. Þeir voru 4 á 1, 4 á 2 hugsanlega. Aftur hér bolti í gegn. Það er svona eitthvað að lifnaði yfir þessu hjá afturheldingu. En það er rangstaða. Já, þetta var alls ekki nógu vel gert. Þeir hefðu þarna auðvitað geta komið sér í
í miklu betri færi. Aðeins kaldari kannski inn í teig og rúla boltanum bara á samherja sem hefði hugsanlega bara geta ítt honum yfir línuna. Þeir voru það margir. En hann ákvað að skjóta og það beint í hendurnar á markmanninum. Atli hér og Ásgeir. Já, aðeins farið aftan í hælana og Magga þarna, boltinn á hreyfingu og hann þarf að taka aukaspyrnuna aftur. Það er spjald, sýnist mér. Já, leikmaður númer 8, Viktor Helgi Benediktsson sem fekk gula spjaldið þarna. Og það er skipting hjá HK. Ásgeir Martinsson er bara tekinn af velli með alla sína reynslu í úrvalsdeildinni. Hann er hér tekinn af velli og inn á kemur leikmaður númer 3, Breki Barkarsson. Breki Barkarsson er fæddur 1997 og var í öðrum flokki Breiðabliks í fyrra. Er núna væntanlega genginn upp úr öðrum flokki og einungis meistaraflokksmaður í dag og er kominn í HK. Já, ágætlega spilað hér hjá Aftureldingu en nei, missa boltan. Boltinn hér út af. Hann er bara rétt rúmar 10 mínútur eftir af þessum leik og HK er hér enn yfir 1-0. Afturelding var aldeilis með tækifæri til þess að jafna leikinn hér rétt á hann en fóru illa með efnilega sókn. Magnús Már hér Einarsson, það er ekki í góðu skoti. Arjan hér með hálfslaka sendingu fram. Afturelding er að lifna aðeins við hér, finnst mér, í seinni hálfleik. Leifur vinnur hér boltan og Atli kemur honum hér inn á miðjuna og hér yfir á hægri kantinn Arjan. Nú er það bara að fara 1-1. Nei, hann er ekki sendingunni hér fyrir. Sjáum hvað gerist hér, Afturelding komið hér upp, nei. Hann setur boltan bara aftur fyrir markið og hér er kallað á enn einn varamanninn. Sýnist Jason Daði Svanþórsson vera koma hér inn á, taka þátt síðustu 10 mínútur eða svo. Og einnig breyting hér hjá HK sýnist mér. Það er að gera, leyfa mönnum að spila. Atli hér með boltan, hvað gerir hann? Það er 1-1. Það er ekki við það.
Kemur hér Birkir Valur með sendingu fyrir og sjáu þetta. Dabur varnarleikur hjá Aftureldingu þarna fyrst og fremst missa boltan en Birkir gerir vel, kemur með hann hérna upp og er það ekki varamaðurinn Ísak Óli Helgason sem bara mættur þarna og ýtir boltanum yfir línuna. Sýnist á öllu. Já, og hér eru skiptingar. Það eins og ég segi, hann kemur inn á hér í liði Aftureldingar Jason Daði Svanþórsson og í lið HK kemur inn á Zakarías Friðriksson. Já, þarna gulltryggðu HK held ég sigurinn í þessum leik. Afturelding var svo sem búin að vera að svona gera fína hluti hérna og búin að koma sér aðeins inn í leikinn og hefðu mátt gera miklu betur hér til dæmis í einni sókn þar sem voru 4 á 2, 4 á 1 jafnvel og þar sem að ákvörðun, bara léleg ákvörðun var tekin. Það var skot í staðinn fyrir að leggja hann á samherja sem var í betra færi. Og þá, þegar maður tekur svona ákvarðanir, þá mann oft refsað og það var það sem að HK gerði hér. Þeir hafa svona heilt yfir samt eins og ég hef komið inn áður, verið betri. Þeir eru með færri mistök, þeir eru með svona markvissari sóknaraðgerðir og betri varnarleik. Heilt yfir bara í raun betri aðilinn í þessum leik og eru hér alveg verðskuldað yfir 2-0. Þó svo að eins og ég segi, Afturelding hefði nú getað gert betur hérna áðan og jafnað leikinn og þá er aldrei að vita hvað hefði gerst en þetta svona, já, hér er Leifur Rámstaður en þetta svona nokkurn veginn komið, myndi ég segja, með þessu seinna marki HK. Það er daburt ef þeir landa þess ekki svona með hvernig leikurinn hefur þróast. En svo veit maður aldrei. Það er beauty við fótboltan. Koma hér upp. Vinstri vænginn, Magnús Már Einarsson. Má ekki við Magnum hana. Atli með boltan, hvað gerir hann? Hefði viljað sjá hann koma bara með boltan hérna inn á miðjuna og koma þessu yfir á vinstri vænginn. Hann náði ekki að varðveita boltan nógu vel en þeir fengu nú samt innkast. Bolti hér sýndist mér fara út af en ekkert flagg. Birkir er búinn að vera öflugur hérna finnst mér í hægri bakvörðinum. Hér eru þeir brotlegir. Guðmundur Þór Júlíusson dæmdur hér brotlegur og fær guldspjald. Hvort það var fyrir broti sjálft eða tuðið sem að fylgdi í kjölfarið. Er ekki alveg viss en guldspjald var það. Sjáum hér hvort að Afturelding kom inn einu marki og jafnvel búið til einhvern smá leik. Nei. Magnús hér með sendingu án heimilisfangs, eins og sagt er. Engin adressa á þessari sendingu og sjáum hér ef hann kemur með eina hérna langa, akkurat. Arjan tekur hann skemmtilega niður hérna.
Hvað gerist hér? Já, það er hornspyrna. Hann að koma sprækur inn hér. Ísak Óli Helgason. Ég vona að ég hafi ekki farið mannavilt hér áðan og mér sýndist á öllu að það hefði verið hann sem að skoraði seinna markið frekar en Viktor Helgi Benediktsson sem að gerði fyrra mark leiksins en ég er nokkuð viss um að þetta hafi verið Ísak Óli Helgason sem var mættur hann inn í marktegin eftir að Birkir Valur Jónsson vann boltann og kom honum inn í tegin. Fjórar mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér og nokkuð solid 2-0 sigur HK í Höfn. Sjáum hvað Afturelding getur gert hér núna. Langur bolti fram en bara ekki á neitt. Ekki á Samherja að minnsta. Birkir kemur sér í smá vandræði hér og Maggi vinnur boltan. Já, en það er svona, það er hálflítið að frétta af sóknarleik Aftureldinga verði að segja. Það er mikið að þeir missi boltan. Sjáum hér hvað þeir gera. Já. Það vantar svolítið hérna, svo maður sletti, það vantar svolítið adressur í sendingarnar hjá þeim. Þetta hitti á Samherja og að sé eitthvað pæling með þessu, að sé eitthvað hlaup með sendingunni og það sé verið að skapa eitthvað hættu með þessu. Þetta er svona, þetta er hálf daburt eitthvað. Atli tekur hér á móti boltanum og það er brotið á honum. Þá gefa menn sér bara tíma í þetta og hér er enn og aftur kallað á varamenn. Það er hér Steinar Ægisson sem að trítlar hingað og fær að taka þátt hér í nokkrar mínútur. Leikmaður Aftureldingar. Já, sjáum hér HK með aukaspyrnu, Leifur Andri Leifsson kemur honum fyrir. Þarna, skotið bara, já. Fín tilraun hjá Breka Barkarsinni sem kom inn á hér rétt á hann. Inn á hér að koma Steinar Ægisson, fær hér nokkrar mínútur, 2-3-4 cirka, algjörlega númerslaus. Aðeins búið að villum fyrir mig hér í minni fyrstu lýsingu A1 sóló að hérna Afturelding pínu kannski klaufalegt að mæta með rauðu búningarna sína spilandi á móti HK, þannig að þeir þurftu að fara í lánstreyjur frá HK í útivalla búninga HK. Sjáum hvað gerist hér. Nei, það er hornspyrna og þar alveg riðlaðist allt hvað varðar skýrslur. Það er enginn hér í réttu númeri og hérna og ég er ekki alveg nógu kunnur leikmönnum
afturheldingar, verðum við viðurkenna það. En við gerum okkar besta. Það er ekki hægt að fara fram á meira en það. Sjáum hér, já, þeir eru brotlegir hér. Liggur markmaðurinn eftir. Sigurður Hrannar liggur hér eftir. Og það er beðið þjálfarann. Ekki veit ég hvað hann ætlar að gera. Hann er töskulaus og allslaus og en Sigurður Hrannar liggur hér óvígur eftir. En það er nokkuð ljóst að HK er að fara að landa hér titli. Þeir eru að vinna B-deild fótbolta.net mótsins. Sjáum hér FH vinna Stjörnuna í A-deildinni fyrir stuttu. Unnu Stjörnuna í vítaspyrnukeppni. Og hér er HK að vinna Aftureldingu 2-0 og já, 90 mínútur komnar á klukkuna og nú er það bara spurning hvað dómarinn Einar Ingi Jóhannsson ætlar að bæta við. Það er alltaf spurning líka um tímann sko. Tíminn er líklega renn út og það eru hér mættir einhverjir aðrir á æfingu sem á hugsanlega að byrja bara núna klukkan 8. Getum ekki haft þetta mikið lengur en það held ég. En svona nokkuð solid og öruggur sigur HK vil ég meina, þó svo að Afturelding hafi nú getað verið skynsamari og betri hér í ákveðnum atriðum sóknarlega og þá sérstaklega hér áðan þegar voru konir 4 á 4-1, 4-2 ef við tökum nú markmanninn með og þar hefði maður alltaf viljað sjá menn gera betur og spila eins og lið og þar hefði ég bara viljað sjá mark frá Aftureldingu en þeir fóru illa með þá sókn og stuttu síðar þá refsar HK og kemst í 2-0. Atli hér með boltan, heldur honum bara og kemur honum tilbaka. Já, og hér er flautað til leiksloka. Það er eins og segi, HK vinnur Aftureldingu hér í úrslitaleik B-deildar fótbolta.net mótsins 2-0. Það var Viktor Helgi Benediktsson sem skoraði í fyrri hálfleik og svo var það varamaðurinn Ísak Óli Helgason sem að tryggði þeim endanlega sigurinn hér 2-0. Við þökkum kærlega fyrir þessa fínu útsendingu og óskum HK til hamingju með sigurinn. Takk hérlega.